Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson, iðnaðarráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir, aðrir ráðherrar í ríkisstjórn Íslands, ágætu gestir. Stofnun Landsvirkjunar árið 1965 var metnaðarfullt verkefni fyrir litla eyþjóð í Norður-Atlantshafi. Stofnun hennar og bygging Búrfellsvirkjunar, fyrstu virkjunarinnar sem fyrirtæki reisti, var mikilvægur þáttur í því að Íslendingar náðu efnahagslegu sjálfstæði. Í upphafi 7. áratugar síðustu aldar var staða Íslands þröng í efnahagslegu tilliti. Rekin hafði verið hafta- og einangrunarstefna í kjölfar heimskreppunnar til þess að spara gjaldeyri. Að lokinni síðari heimsstyrjöldinni höfðu Íslendingar, eins og aðrar þjóðir í Vestur-Evrópu, notið góðs af Marshall-aðstoðinni, enda alþjóðlegir fjármagnsmarkaðir lítt virkir. Þeirri aðstoð var að ljúka. Íslendingar fengu þó í staðinn bein fjárframlög til framkvæmda frá Bandaríkjastjórn, en árið 1960 lýstu bandarísk stjórnvöld því yfir að dregið yrði úr þeim. Var það í raunar í samræmi við vilja Viðreisnarstjórnarinnar sem tók við völdum árið áður, en hún hafði það markmið að endurheimta lánstraust þjóðarbúsins í útlöndum. Gjaldeyris- og innflutningshöft skyldu afnumin og stórfelld gengislækkun framkvæmd. Stefnt skyldi að eðlilegri þróun og vexti íslenskra framleiðslufyrirtækja, svo á samkeppni og lægra vöruverði, ásamt hallalausum rekstri útflutningsframleiðslunar og afnámi bóta- og styrkjakerfisins sem hún hafði búið við. Sköpuð skyldu skilyrði til erlendrar fjárfestingar á Íslandi sem byggt gæti upp nýjar atvinnugreinar og aukið fjölbreytni útflutningsframleiðslunar. Nýjir lifnaðarhættir og lífskjarabreyting í kjölfar eftirstríðsárana höfðu tekið við af fábreyttara þjóðfélagi og þeir kölluðu, ásamt fólksfjöldaþróun og þéttbýlismyndun, á stöðugt meiri rafmagnsnotkun. Nauðsynlegt var talið að auka hagvöxt, þar sem ekki þótti óhætt að treysta á vaxtarskilyrði landbúnaðar og sjávarútvegs til framtíðar. Orkufrekur iðnaður var talin besta leiðin til þess að byggja upp nýja útflutningsatvinnugrein. Svipað leyti höfðu hafist athuganir sem leiddu að lokum til samninga álver í Straumsvík og raforkusölu Landsvirkjunar frá Búrfellsvirkjun. Samningaviðræður stóriðjunefndar sem þáverandi iðnaðarráðherra Bjarni Benediktsson skipaði árið 1961 og fyrirtækisins Aluswiss hófust formlega í Zúrich í Sviss sama ár og 2 árum síðar voru teknar upp viðræður við Alþjóðabankann í Washington. Þær leiddu svo til þess að í október árið 1964 barst bréf frá bankanum þar sem fram kom að bygging Búrfellsvirkjunar væri mikil fjárfesting fyrir svo lítið hagkerfi sem Ísland væri, en með tilliti til væntanlegs efnahagslegs afraksturs teldi bankinn virkjunina réttlætanlega út frá efnahagslegu sjónarmiði. Lög Landsvirkjun voru samþykkt á Alþingi í maímánuði árið 1965 og Landsvirkjun síðan stofnuð 1. júlí sama ár. Í fyrstu stjórn fyrirtækisins voru kosnir 7 menn. Alþingi kaus 3 og Reykjavíkurborg, sem átti helmingi fyrirtækinu á móti ríkissjóði, kaus aðra 3, en Sogsvirkjun Reykjavíkurborgar var látin renna inn í Landsvirkjun til að tryggja traustan rekstrargrundvöll fyrstu árin. Ríkisstjórnin og borgarstjórn skipuðu saman 7. mannin, stjórnarformannin, Jóhannes Nordal seðlabankastjóra, sem var einnig formaður stóriðjunefndar. Aðrir í stjórn voru lögmennirnir Árni Grétar Finnsson og Baldvin Jónsson, Sigtryggur Klemensson ráðuneytisstjóri, Birgir Íslefur Gunnarsson borgarfulltrúi, Geir Hallgrímsson borgarstjóri og Sigurður Thórodsen verkfræðingur. Fyrsti fundur nýkjörinnar stjórnar var haldinn í salarkynnum Seðlabanka Íslands og var þar ákveðið að auglýsa eftir umsóknum starf framkvæmdastjóra fyrirtækisins, sem falið var að gera ráðstafanir vegna yfirtök á undirbúningsframkvæmdunum við Búrfellsvirkjun. Framkvæmdastjóri var ráðinn Eiríkur Brím, rafmagnsverkfræðingur og rafmagnsveiturstjóri ríkisins. Ágætu gestir,
Vatnsaflsvirkjunin við Búrfell var stærsta framkvæmd Íslandssögunnar á sínum tíma. Með byggingu hennar og stofnun Landsvirkjunar var lagður grunnur að nýjum iðnaði í landinu sem leiddi af sér aukna verkþekkingu og fjölbreyttara atvinnulíf á Íslandi. Draumur aldamótakynslóðarinnar beislun náttúruaflanna til framfara og hagsældar fyrir þjóðina sem birtist svo skýrt í sýn athafnamannsins og skáldsins Einars Benediktssonar var orðin að veruleika. Akureyrarbær eignaðist 5% eignarhlut í Landsvirkjun árið 1983 við sameiningu Laxárvirkjunar og Landsvirkjunar og minnkaði þá eignarhlutur Reykjavíkurborgar sem því nam í 45% en ríkið átti áfram 50%. Fékk bærinn við það einn mann í stjórn Landsvirkjunar. Árið 2007 eignaðist ríkið eignarhluti Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar og er nú eini eigandi fyrirtækisins. Í ársbyrjun 2005 var flutningsstarfsemi Landsvirkjunar skilin frá fyrirtækinu og hlutafélagið Landsnet tók hana yfir. Starfsmenn Landsvirkjunar á flutningssviði, 68 talsins, fluttust til hins nýja fyrirtækis og fylgdu þeim flutningsvirki og stjórnstöð Landsvirkjunar. Landsnet er í dag dótturfélag Landsvirkjunar sem á í því 65% eignarhlut. Í dag starfrækir Landsvirkjun 14 vatnsaflsstöðvar og 2 varmastöðvar á 5 starfssvæðum. Í byggingu er auk þess jarðvarmavirkjun á Þeistareykjum. Þá hafa tilraunir staðið yfir með 2 vindmyllur á hafinu norðan við Búrfell frá því árslok 2012. Hjá Landsvirkjun starfa í dag 250 manns. Saga Landsvirkjunar er svo nátengd og samofin atvinnu- og efnahagssögu þjóðarinnar að ógleymdri umfjöllun náttúru Íslands að henni verða vitaskuld ekki gerð nema afar takmörkuð skil í stuttu ávarpi. Ég leyfi mér því að vísa söguna til bókarinnar Landsvirkjun 1965–2005, fyrirtækið og umhverfi þess, sem rituð var í tilefni 40 ára afmælis fyrirtækisins. Hjá Landsvirkjun hefur alla tíð starfað afar hæft starfsfólk í margvíslegum störfum. Jafnan hefur verið mikil festa í mannahaldinu og allmargir starfsmenn hafa unnið stóran hluta starfsævi sinnar hjá fyrirtækinu. Hið sama má segja stjórnendur fyrirtækisins. 4 menn hafa gegnt starfi forstjóra frá stofnun, Eiríkur Brím sem áður er getið í 18 ár, Halldór Jónatansson, lögfræðingur sem ráðinn var skrifstofustjóri við stofnun fyrirtækisins í 15,5 ár, Friðrik Sófusson, alþingismaður og fyrrverandi fjármálaráðherra í tæp 11 ár og loks Hörður Arnarsson frá nóvember 2009. Stjórnarmenn fyrirtækisins sátu einnig margir hverjir lengi, einkum framan af þegar kjörtímabil stjórnar voru lengri. Má í því sambandi nefna að stjórnarseta 4 af fyrstu 7 stjórnarmönnum fyrirtækisins telur samanlagt 118 ár. Ekki er að efa að þessi festa í stjórnun og mannahaldi hefur reynst fyrirtækinu farsæl. Starfsfólki fyrirtækisins í gegnum tíðina, stjórnarmönnum, stjórnendum og starfsmönnum öllum eru þökkuð framúrskarandi störf í þágu þess. Ágætu gestir. Jóhannes Nordal, fyrrverandi seðlabankastjóri, er hér með okkur í dag. Hann gegndi starfi stjórnarformanns Landsvirkjunar alla sína stjórnartíð eða í heil 30 ár, en hann lét af störfum 30. júní árið 1995. Jóhannes er fæddur 11. maí árið 1924 og er því rétt tæplega 91 árs gamall. Hann var heiðraður af Landsvirkjun á 40 ára afmæli fyrirtækisins, enda var undir hans tryggu og löngu forustu lagður grunnur að því fyrirtæki sem Landsvirkjun síðar varð. Að öðrum ólöstuðum á hann mestan heiður skilið fyrir störf fyrir Landsvirkjun. Ætla má að Jóhannes hafi snemma gert sér grein fyrir því að grundvöllur framfara væri byggður á athafnasemi og framsýni. Í erindi á ársþingi iðnrekenda árið 1965 sagði hann til að mynda að ef Íslendingar hefðu virkjað í Þjórsá á 3. áratug aldarinnar, ættu þeir nú, og hér vitna ég orðrétt í Jóhannes, full afskrifuð orkuver,
skiluðu hundruðum milljóna í hreinum tekjum á ári hverju og síðast en ekki síst værum við búnir að eignast stétt sérfræðinga og vísindamanna sem gerðu okkur kleift að standa jafnfætis öðrum í efnaiðnaði. Þessi hefur orðið þróunin í Noregi, á meðan stórfljót Íslands hafa runnið óbeisluð til sjávar. Sá tími sem þannig hefur glatast verður ekki unnin upp að nýju, en þessi reynsla gæti orðið til þess að menn hugsuðu sig vandlegar en ella ef enn á ný gefast tækifæri til þess að koma upp orkufrekum iðnaði hér á landi í stórum stíl. Tilvitnun lýkur. Við Íslendingar getum verið þakklátir fyrir þá framsýni, dug og þor sem Jóhannes og samtíðarmenn hans sýndu á þessum árum þegar Ísland byrjaði að fikra sig inn í framtíðina. Hafið kæra þökk fyrir. Til þess að sýna enn frekar þakklæti sitt hefur núverandi starfsfólk Landsvirkjunar ákveðið að afmarka reit til gróðursetningar við Búrfellsvirkjun á 50 ára afmælisdegi fyrirtækisins þann 1. júlí næstkomandi og nefna hann Jóhannesalund. Ágætu gestir, ég vil biðja ykkur að klappa Jóhannesi Nordal lofa. Nú svo komið að Landsvirkjun hefur verið hreyfiafl framfara og verðmætasköpunar í landinu í hálfa öld. Fyrirtækið og starfsfólk þess hefur náð verulegum árangri til hagsbóta fyrir íslenskt samfélag. Leið hafa starfseminni fylgt áskoranir sem hefur þurft að mæta á hverjum tíma með framsækni og sem mestri sátt og jafnvægi milli efnahags, samfélags og umhverfis að leiðarljósi. Í upphafi var tekin ákvörðun að styðja við stóriðju á Íslandi. Það var stórt framfaraspor fyrir atvinnulífið og íslenskt samfélag í heild eins og áður vikið að. Fyrirtæki í orkumiklum iðnaði eru enn þann dag í dag burðarás í viðskiptavinahópi Landsvirkjunar. Lögð áhersla á að hlúa þessum þætti í starfsemi Landsvirkjunar, styðja við samkeppnishæfi viðskiptavinana og gera þeim kleift að vaxa og dafna. Markmið þeirra sem stýrt hafa Landsvirkjun hverju sinni hefur ávallt verið að ná sem bestum árangri í ljósi aðstæðna á hverjum tíma. Markmiðið hið sama nú. Verðmæti orkulindana eru mikil og fara vaxandi. Möguleikar til að ná auknum árangri fyrir íslenskt samfélag eru verulegir, en þeim fylgja áfram áskoranir. Kröfur vegna umhverfismála og vernd náttúru fara vaxandi og ber að gefa þeim gaum. Landsvirkjun mun hér eftir sem hingað til kappkosta að vera í fararbroddi á sviði umhverfismála, leggja áherslu á sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda, styðja við rannsóknir á lífríki og lágmarka umhverfisáhrif í starfsemi fyrirtækisins. Framkvæmdir Landsvirkjunar hafa, eðli síns vegna, óhjákvæmilega áhrif á umhverfið. Starfsfólk fyrirtækisins leggur mikinn metnað í að rannsaka, þekkja og vakta áhrifin, lágmarka þau neikvæðu og hámarka þau jákvæðu. Með stöðugum umbótum í rekstri, metnaði og vilja starfsfólks allt land til að gera betur í dag en í gær, höfum við Íslendingar öðlast mikla þekkingu á auðlindum landsins og lífríki. Áskoranir fyrirtækisins snúa ekki aðeins að umhverfinu og bættri umgengni við auðlindirnar. Eftirspurn eftir íslenskri raforku nú orðin meiri en framboð og margar ólíkar iðngreinar sýna Íslandi aukinn áhuga. Ný viðskiptatækifæri gera Landsvirkjun kleift að breikka hóp viðskiptavina í þeim tilgangi að auka verðmætasköpun og arðsemi fyrir eigandann, en ekki síður til þess að auka fjölbreytileika og draga þannig úr rekstraráhættu. Á sama tíma eru sterkar vísbendingar að raforkusala á erlenda markaði sæstreng kunni að vera arðbær fyrir Ísland, auka orkuöryggi í landinu til langs tíma og bæta ábyrga nýtingu orkuauðlindanna. Landsvirkjun mun áfram leggja sitt af mörkum til að skoðað verði hvort þar séu fyrir hendi tækifæri sem vilji til að nýta. Minnt skal á að umræður sæstreng eru ekki nýjar af nálinni og áttu sér stað fyrir stofnun Landsvirkjunar að því talið fyrst árið 1958. Þá má geta þess að
Þáverandi iðnaðarráðherra, Friðrik Sophusson og Jóhannes Nordal áttu fund í London í ársbyrjun 1988 með orkumálaráðherra Bretlands og kynntu honum meðal annars frumrannsóknir Landsvirkjunar í þessum málum. Í þessu samhengi er vert að minnast orða Jóhannesar Nordal sem rakin voru hér áðan framsýni Norðmanna. Við Íslendingar getum nú, eins og þá, litið til reynslu þessara frænda okkar síðustu ár. Þeir hafa fyrir þó nokkru síðan áttað sig á kostum þess að tengja raforkukerfi sitt við fleiri markaði með því meðal annars að leggja lengsta sæstreng í heimi til Hollands. Þá má nefna að þeir hafa 3 sæstrengi á teikniborðinu, 2 til Bretlands og 1 til Þýskalands, allt í þeim tilgangi að auka orkuöryggi, bæta ábyrga nýtingu auðlindanna í átt til sjálfbærrar þróunar og auka efnahagslega og samfélagslega hagsæld í Noregi. Full ástæða er fyrir okkur Íslendinga að skoða frekar með opnum huga kosti og ókosti þess að tengjast erlendum raforkumörkuðum með sæstreng. Ágætu gestir. Landsvirkjun er stærsta orkufyrirtæki landsins og gegnir mikilvægu hlutverki í íslensku samfélagi. Hlutverkið er í dag skilgreint þannig að í því felist að hámarka afrakstur þeirra orkulinda sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Framtíðarsýn Landsvirkjunar er að vera framsækið raforkufyrirtæki á sviði endurnýjanlegra orkugjafa. Fyrirtækið starfar í alþjóðlegu umhverfi og ber sig saman við þau bestu sem vinna og selja orku. Mikilvægt er fyrir þjóðarhag að Íslendingum lánist að nýta auðlindir landsins af skynsemi. Í þeim efnum getum við byggt á sögunni. Frumkvöðlastarf og framkvæmdir fortíðar lögðu hornstein að þeim lífsgæðum sem við njótum í nútíð. Á sama hátt munu ákvarðanir og athafnir okkar í dag ráða miklu lífsgæði komandi kynslóða. Við skulum sameinast að vanda til verka, horfa langt fram á veginn og bíða uppskerunar þolinmóð. Ég þakka áheyrnina.